Þórhildur Þorleifsdóttir, gjör svo vel. Ágætu ráðsfélagar. Mér finnst þessi umræðan það er kannski að beinast inn á brautir sem maður átti nú kannski ekki von á fyrir þegar að næsta skjal verði kynnt en það hafa þegar við tekið til umræðu embætti forseta og það við hljótum þá að halda þeirri umræðu áfram. Mér er ómögulegt að skilja hvernig menn geta haldið áfram að tala að forsetinn geti gegnt svona mikilvægu hlutverki eins og Erlingur og Þorvaldur og fleiri eru að ætlunum og halda því fram í þeim töluðu orðum að hann sé ópólitískur. Leið og við förum að kjósa forseta undir þeim formerkjum að hann eigi að hafa heilmikil pólitísk völd, þá ekkert að ræða lengur ópólitískan forseta. Það verður ekki bæði sleppt og haldið. Og þá verð ég nú bara að segja eins og Eiríkur því að vera að fara hálfa leið. Mér finnst svona dálítið svo menn sé að koma sér inn bakdyramegin. Og heyrist ekki í mér? Það nú nýtt, það heyrist ekki í mér. Kannski ég bara svona óvön yfir höfuð að þurfa mikrofón. Jæja, en sko Erlingur segir löggjafarvaldið getur ekki haft eftirlit með sjálfu sér. En hver hefur eftirlit með forsetanum? Við erum að setja inn mjög mörg ákvæði sem að aðskilja löggjafarvald og framkvæmdarvald með mjög hreinum hætti og með alls konar svona vörður á þeirri vegferð þar sem skal staldra við og athuga hvernig gengið hefur. Þannig að það ekki eins og þingið eða framkvæmdarvaldið séu í okkar tillögum eftirlitslaus apparat sem leikir bara lausum pólitískum hala. Þegar að við vorum að ræða kjördæmamálinu daginn, þannig á sameiginlega nefndarfundinum, þá var verið að ræða hættuna á því að lenda í 2 turna kerfi. Og það yrðu þá alltaf þingmenn sem væru úr 2 stærstu flokkunum, eins og núverandi fólk talaði Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna. Nú erum við að undirbúa 1 turns kerfi. Því það liggur í augum uppi að á toppi píramítans, þegar trónir þar bara 1, þá liggur það í augum uppi að sá maður eða kona sem til þess embættis velst mun auðvitað að lokum koma úr sterkasta stjórnmálaafli landsins. Þjóðin hefur aftur og aftur hafnað valdastétt landsins í þetta embætti og með því hefur hún kannski verið með einhvers konar yfirlýsingar það að þetta embætti ætti að vera hafið yfir pólitískt þras í landinu og þess vegna ekki að vera handbendi valdastéttarinnar. En með þessu móti þá verður forsetinn auðvitað endurspeglun valdahlutfalla í landinu. Það fer ekki hjá því. Það ekki takt að segja í öðru orðinu ópólitískt og virðulegt og segja, hvar þessi ópólitíski virðulegi maður sem að síðan á að taka fullt af ákvörðunum? Hann verður spurður það í kosningabaráttu. Hvaða ákvörðunar ætlar að taka í sambandi við alla mögulega hluti og hann hlýtur að þurfa að svara því og þar af leiðandi kjörið orðið pólitískt og verður ekki annað og þá skulum við bara hugsa það til enda að hann mun þá koma úr stærsta valdahópi landsins en þá líka bara ástæða til að taka skrefið til fulls og segja þá skulum við bara kjósa það og gera það í pólitískum kosningum en ekki að vera að fara einhverja svona millileið sem að sko nánast virkar eins og að lauma sér inn bakdyramegin. Bara sem dæmi, ef við bara teljum upp embættin sem hann Þorvaldur taldi upp áðan, þá mun hann ráða í vald embætti ríkissaksóknara, umboðsmanns Alþingis, fjármálaeftirlitsins, Seðlabankans, samkeppniseftirlitsins, Hagstofunnar, Þjóðhagstofnunar, ef hún verður til, og eflaust margt ótalið enn. Hvernig ímynda menn sér að þetta sé bara eitthvað sem menn gera
á eitthvað svona dásamlega hlutlausan hátt bara utan við tíma og rúm. Ég bara lýsi eftir þessari frábæru mannesku sem ég held að verði vandfundin og byggðu bóli. Þetta nánast eins og lýsingin á því hvernig barnakennar á að vera. Ef þið hafið lesið grunnskólalögin þá þar að ræða guðlega veru sem ekki til á jarðríki. En ég held nefnilega að þarna sé sko menna að þeir eru dálítið að bera kápuna á báðum öxlum, finnst mér. Og ég held að verður þá bara að taka þessa umræðu á þeim forsendum sem hún ætti þá að vera á. Það er að segja forsetaræði versus þingræði. En ekki að vera að fara bakdyra megin með forsetaræði inn í þingræði. Ég vil taka undir með Eiríki þegar að sko, við skulum gera okkur grein fyrir því að það eru nánast eru athugasemdir við hverja einustu stöðuveitingu þessu opinbera. Það fara ekki allar í kæru, en það eru nánast alltaf einhverja athugasemdir að ræða. Hvað þá þegar það fara í kærur? Hver þá ábyrg fyrir ráðningunni? Erum við með forseta þar sem þarf að sitja undir ákærum mörgum sinnum á ári? Hvað þá orðum virðuleika embættisins? Eða hver ætlar að verja embættisveitinguna? Ætlar meiri hluti alþingis að gera það? Hvert sækir fólk þá rétt sinn? Eða hver ábyrgur? Mér finnst vera þarna tvö hugtök, það sífellt verið að tala um að stjórnmálamenn sæki vald sitt til þjóðarinnar. Við tölum valddreifingu, við tölum vald og ábyrgð og vald og svo framvegis. Allt þetta falleg orð, allt þetta satt og rétt. En mér persónlega fyrirmunað að skilja hvernig píramítavald, að það að tróna einn á toppnum, kjörin jafnvel á röngum forsendum, samræmist valddreifingu. Fyrir mér þetta fullkomlega ósættanlegar andstæður. Ég hef haft það helst á móti forsetaræði að það væri mikla samþjöppunarræða, því að þá væri að kjósa einn mann sem hefði það hlutverk að í rauninni velja framkvæmdavaldið. Sem að mér finnst miklu eðlilegra og lýðræðislegra sé í höndum Alþingis, þar sem að þó eru kjörnir eins og nú 63 sem síðan standa því að mynda ríkisstjórn. En það að ætla að fara þarna eitthvað bilbeggja finnst mér ég skirrist við að taka orðið óheiðarlegt mér í munn en það svona liggur innan seilingar. Þetta með að sko stjórnarmyndunni fari í rauninni bara til hinna kjörnu fulltrúa, það meðan liður í því að auka ábyrgð þeirra sem kjörnir hafa verið. Þeir hafa sífellt verið að nota þessum afsökun að stjórnarmyndunni umboðið lægi hjá forseta Íslands. Og við vitum hvernig menn svara sífellt með sín kosningabaráttu og aðdraganda kosninga. Já, það ómögulegt að segja til það. Stjórnarmyndunni umboðið jú í höndum forseta og það ekkert að grípa fram fyrir hendur forseta með því að vera og svo framvegis. Þannig að allir ganga óbundin til kosninga. Með því að valdi liggi hjá þeim sjálfum, þá verða þeir að vera búnir að setja upp einhver hugsanleg munstur, hvort þeir gera það á leiðinni aðdraganda kosninga eða bara á kosninganóttina, bara í einum grænum. Auðvitað verða allir búin að hugsa eitthvað, eða öll búin að hugsa eitthvað, hversu mikið sem þeir hafa svo látið opinskátt, en það sko valdið þá hjá hinum kjörnu fulltrúum. Og það að þó að það hafi verið að vissuleyti málamynda sem hefur farið til forsetans, þá hefur það samt verið mönnum skálkaskjól til þess að svara ekki spurningum. Ég bara sko bið það, ég get ekki stillt mig eina athugasemd sem kemur þessi máli samt ekki alveg við, og það minn kæri Ómar, það eru þessar sífelldu samlíkingar við íþróttir. Mér óskaplega illa við að samfélagið því sé lýst eins og einhverjum keppnisleikvangi. Mér finnst þetta svo
óheppileg samlíking. Við fjallum á sko samkeppniskröfunni marflöt á andlitið og ég vildi miklu frekar að við ræddum sko samvinnuleikvang, samræðu, samábyrgðarleikvang en ekki samkeppnis. Þetta nú út úr, en ég gat nú ekki stilt mig samt að því að ég hafði nú skrifað þetta hjá mér. En ég bara bið menn það að taka nú umræðuna á að mér finnst bara á réttum forsendum, annaðhvort forsetaræði eða þingræði, ekki einhverjar hallærisleið mitt í milli, einhver blekkingaleið að við verðum með ópólitíska forseta sem síðan á að taka ákvörðun allt milli himins og jarðar. Ef að forseti á að hafa þessu völd, þá skulum við kjósa hann á þeim forsendum og gefa honum þá þau völd að hann hafi myndi sjálfur ríkisstjórn og svo framvegis. Við skulum vita hvaða kerfi við erum að byggja upp og ekki einhvers konar gervikerfi. Takk fyrir.